Jón Valur Jensson guðfræðingur sem heldur út í bloggsíðunni jonvalurjensson.blog.is. Þar hefur hann gagnrýnt harðlega störf Jóns Gnarr borgarstjóra og sakað hann að vera sýndarmennskufýr með agavandamál sem birtist í guðlasti og almennum skrílsátum. Í nýjustu færslunni segir hann borgarstjóran hafa gert sig að atlægi og hneykslunar hellu víða, en Jón Valur sérstaklega hneykslaðar á þeim vangaveltum að Jesús Kristur geti hugsanlega hafa verið hommi. Jón Valur, þú talar agavandamál Jóns Gnarr í borgarstjórn. Hvað áttu við með því? Já, hann að nota fé borgarbúa til þess að ferðast út lönd og halda það ræðu sem mjög einhæf, algjörlega einhæf. Hann að tala mannréttindi, að tala mannréttindi, en hann hugsar ekkert að mæla með mannréttindum fólks hérna í borginni sem mjög þjáð, eins og þeir eru þess að benda á í bót félaginu núna, með fund núna fyrir hádegi, öryrkjar, að það fólk mjög hlunnfæri hérna og borgin hefur ekki staðið sig vel í því að hjálpa fólki sem hefur lent í kreppunni. En sko, hvert að þínu mati þetta til þarna agavandamál sem að kemur fram í þessari ræðans? Já, agavandamálið þetta náttúrulega ekkert samkvæmt hérna hans starfsskildum að fara að móðga, særa meirihluta Reykvíkinga þeirra sem eru kristnir, þar eru kristnimenn í meirihluta hérna með Reykvíkinga, alveg sem meðan landsmanna, og það á alveg eins við Reykjavík. Og þeir hafa ekki hérna óskað eftir því, veitt honum umboð á nokkurn hátt í kosningum með annars staðar til þess að vera með guðlast Jesú Krist. Já, þú átt við þessa vangaveltur sem að Jesú Kristur gæti hafa verið hommi. Hann segir, hér hugmynd, segir hann, hér some idea. Maybe Jesus was gay, segir hann. Að hugsanlega hafa hann verið hérna samkynhneigður eða hommi. Þetta náttúrulega hlýtur að hafa hneykslað marga sem voru á þessu alþjóðaþingi hérna, sem fólk bara að berjast fyrir mannréttindum, og þar náttúrulega kristnimenn ekkert síst í hérna þeirri standi þeirri baráttu. En það þá í þínum huga klárlega eitthvað sem rangt að vera hommi? Hann heilagur, Jesús Kristur heilagur, og það varð ekki sönnuð á hans synd. Hann segir það við lærisveinana, hver af yður getur sannað á mig synd, og þeir bera því allir vitni að hann þekkti ekki synd, og hann komin til þess að frelsa aðra frá syndum sínum. En það að laðast að einhverjum sem sama kyns og þú, það þá synd? Kemur það svo skýrt fram í Biblíunni? Þetta dálítið tvírætt hugtak, því að þetta notað bæði það sem orðið sjálft virðist benda til, hneigð, og að laðast að hinu kyninu og finnast einhver aðlaðandi eitthvað slíkt, og jafnvel kannski bara karlkynið. Og svo aftur á móti að notað það sem Biblían talar Hún talar það að karlmenn skuli ekki leggjast með karlmanni sem kona væri. Og hver eru viðurlögin við til samræðis? Við þeirri synd, ef þú kallar það? Já, viðurlögin sjáum við til. Gyðingar og Ísraelsþjóðin, hún var með mjög hörð viðurlög í ýmsum siðferðismálum, og þeir réttlættu það með lögmálinu gyðingar þegar þeir drógu hórseggu konuna fram einhvers staðar kannski á strönd einhvers vatns, mann ekki hvað það var, og hérna vilja grýta hana, en Jesús, og ætlast til þess að Jesús taki þátt í þessu að fordæma hana með þessum hætti að beita þessari dauðarefsingu, að hann neitar að taka þátt í því. Er það ekki boðskapur? Og spyr hver yðar sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu stein í hana, og enginn gerði það, því að við erum öll syndug. Jesús Kristur ekki syndur. En nú hafa guðfræðingar margir velt þessu fyrir sér og skrifaðar hafa verið margar lærðar greinar lærisveinin sem Jesús elskaði, og menn veltaði fyrir sig hvort að það hefði raun þýtt að Jesús og Jóhannes hafi átt í einhvers konar ástarsambandi. Það hvergi neitt til vitnis það, og Jesús hefði ekki geta sagt hver að þið getur sannað á mig synd ef þannig hefði verið í botninn búið. Af því að það hrein og klár synd að vera samkynhneigður? Af því að það synd af því að samkynjamök eru synd, og hann kominn hingað til jarðar til þess að helga aðra menn. Hann kominn til þess að frelsa aðra menn. Hann ekki kominn til þess að finna sér einhverja konu, eða eins og Jón Gnarr talaði stelpu. Enga kærustu? Já. Hann komið með ákveðið hlutverk sem hann helgaður. Hann leggur fram líf sitt. Hann ekki hérna í einhverjum
kynja hugleiðingum, kynferðishugleiðingum. En þú talar guðlast. Og það hvergi neitt sem bendir til þess í þessum textum. Það mjög algengt að það sé talað að elska annan mann. Já. Þú talar guðlast í þessu samhengi. Við elskum öll vini okkar, það ekki? Myndum við gera býsna mikið fyrir vini okkar? Ganga mjög langt fyrir vini okkar. Já. Það hefði hann gert líka og gerði. En af því að þú talar guðlast í þessu samhengi, hvað það í raun og veru? Guðlast fyrir þá sem ekki þekkja? Já, það náttúrulega liggur í orðinu að það sé að lasta Guð og vanvirða Guð, og Jesús Kristur, hann ekki bara einhver maður, hann maður og Guð. En hefur þá Jón Gnarr orðið að fórnarlambi einhverja myrkra afla heldurðu eða? Já, ég veit ekki hvort einhver slæm áhrif úr umhverfinu. Hann allavega hætti að stunda kaþólska trú og ég veit ekki hvort hann hefur alveg mist trúna á Jesúm Krist eða hvort hann með bara slíkar einhverjar ranghugmyndir og villuhugmyndir, og hvort hann svona áhrifagjarn sem sagt að finna til sín í sambandi við einhverja baráttu fyrir samkynhneigðum sem hafa hana bara mjög gott hérna á Íslandi, og í Bandaríkjunum eru þeir almennt með tvöfaldar meðaltekjur bandarískra borgara, og þannig það á Vesturlöndum að þeir eru ekkert ofsóttir. En hver skoðun þín á lagasetningu gegn samkynhneigð í Rússlandi sem við heyrum svo mikið þessa dagana? Ég hef nú sagt það hérna nýlega að það minnir mig aðeins á það sem Platón, heimspekingurinn, talar í einu riti sínu sem skrifað sem þroskaðastur heimspekingur, það eru lögin, að þá telur hann að það eigi að koma í veg fyrir samsagt að það sé ýtt undir samkynhneigð og hérna í samfélaginu. Það að segja, mér finnst að minna dálítið á það, hann vill ekki leyfa svona einhverja auglýsingamennsku í kringum þetta. En eru samkynhneigðir? Ég veit ekki betur en samkynhneigðir hafi fengið að lifa í Rússlandi. Það ekki verið að drepa þar 1000 samkynhneigða ári eins og 1000 ófædd börn á Íslandi á hverju ári. Samkynhneigðir eru áreittir og jafnvel myrtir. Og það yfirleitt ekkert verið að drepa neina samkynhneigða. Ég hef heyrt af einum á þessu ári, maður veit náttúrulega aldrei hvað einhverjar rosabundur gera. Einhver fantagengi og öfgamenn gera. Þeir eru áreittir samkynhneigðir á þess að lögreglan skiptist raf. Já, en það var einn drepinn í Vladivostok, Austur-Rússlandi, Sibíríu, og hérna á þessu ári. En það engin, stjórnvöld eru ekki að gera neitt svílíkt gagnvart þeim, og þeir geta alveg bara reynt að una við sitt í staðinn fyrir það að þeir vilja vera í auglýsingamennskunni og þá að stunda sitt propaganda. Hvað meinar það með propaganda? Samkynhneigðir eru bara að fá að vera eins og þeir eru. Þetta propaganda hefur náð mjög langt, og sérstaklega til dæmis hérna á Íslandi, þetta orðinn hálfgerður atvinnuvegur, því að það dælt milljónum í þetta, bæði á vegum ríkis og borgar, í þessa gay-pride-göngu. Akkur er hún svona litskrúð, af því það búið að dæla í þetta milljónum króna, og það búið að dæla í samkynhneigða samtök þeirra og annað slíkt sem á þeirra vegum, yfir 100 milljónum króna, og þeim var til dæmis gefið húsið við Laugaveg, það sem aðsett við samtakana 78. Þetta með gay pride, nú eru eins og þú sagðir að mannréttindi samkynhneigðra eru nokkuð langt á veg komin hér á Íslandi og þeir hafa nokkuð gott, en heldur að það væri svo ef við hefðum ekki haft gay pride sem byrjaði hérna á 10. áratugnum? Já, það eru ýmis mannréttindi sem þeir eiga náttúrulega fullkomlega skilið, og það byrja að virða þá og sína þeim náttúrulega hluttekningu, þeim sem hafa liðið fyrir jafnvel ofbeldi og menn séu aðtýrða þá persónulega, en og þeir eiga náttúrulega að fá grundvallar mannréttindi eins og aðrir, en ég ekki sammála því að hjónabandi sé þar á meðal, vegna þess að hjónabandi sé tengt barneignum, og það ekki, það var til dæmis þegar var ákveðið þessi mál, þá var ákveðið nefnd sem Björg Thorarinsson sat í til dæmis, og þá hún skiptist í tvennt þessi nefnd, 2 helmingurinn af henni sem skipaðu var Þorvaldi Kristinssyni og Annie Haugen sem bæði samkynhneigð, og einnig manneskju og ráðuneyti. Hann stakk upp á því að allt leyft, hjónaband og ættleiðing, en hinn helmingurinn, Björg Thorarinsson og 2 annarra, lagði til að það veri ekki leyfð þessi ættleiðing,
og byggði það á evrópskum rannsóknum. En af hverju eiga samkynhneigðir ekki hafa og menn hafa lítið hugsað vísindalega rannsóknir í þessu máli hérna á Íslandi, þótt margir telja sig vera óskaplega upplýsta, þá eru það bara hreint ekki. En af hverju eiga samkynhneigðir ekki að njóta allra þeirra réttinda sem að gagnkynhneigðir njóta? Af hverju eiga bara að vera sömu réttindi? Já, blindir hafa ekki rétt til þess að keyra bíl. Samkynhneigðir, það fylgir ekkert, og það alls ekki samkvæmt kristnum sið, af því að nú var þessi stefna, og ég kalla þetta ofréttindi þegar þetta gengur svona langt. Þessi stefna var keyrð inn í kirkjuna og Jesús Kristur, hann vitnar í hérna stofnun hjúskaparins í Gamla testamentinu 1. Mósebók. Og því skal maðurinn yfirgefa foreldra sín, föður sína móður og taka saman við konu sína og þau skuli verða eitt hold. Og þessu hafa þeir snúið yfir í það að hann skuli þessum að taka saman við ykkur karl. Og þetta er ekki kristindómur, þetta er ekki það sá hjúskapur, við kaþólskir lítum á það sem sakramenti en lúterskir ekki. Og ég er víst að fara að hætta núna þessu viðtali við. Já, bara rétt að lokum, er samkynhneigðir samt ekki bara í grundvallaratriðum ást og kærleikur sem Jesú Kristur? Nei, hún er það ekki bara, og það er ekkert að því að elska annan mann hver sem það er, en þessi samkynjamög, það er ekki umverulega mælt með þeim, til dæmis landlæknir Bandaríkjanna hefur alls ekki mælt með þeim og mælt á móti þeim vegna þess að þetta sé ekki þannig, þessi líffæri er ekki þannig gerða, þetta sé umverulega fyrir þetta. Við vitum það að hérna, okkar getnaðarfæri eru til þess að ala börn og til þess að gera það með heilbrigðum hætti. En er Guð ekki stærri og meiri og svona merkilegur en það að hann láti svona smámenni sig varða sem að gerist inn í svefnherbyggi hjá fólki? Guð fyrirgefur syndir, ég myndist það hérna fyrr. Hjá Páli Póstara þá kemur það skýrt fram að Guð er reiðubúinn að fyrirgefa og taka við hverjum sem er. Þrátt fyrir allar mína syndir og þína syndir, við erum öll syndug með ýmsum hætti og hérna, en hann er reiðubúinn að taka við okkur og réttlæta okkur og jafnvel helga okkur. Takk kærlega fyrir Jón Valur. Takk fyrir.